enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð, Jesús, enginn sem þú. Og miskunn þín varir að eilífu, lækningu fáum hjá þér. Í þínum örmum og skortir eini, enginn sem þú. Enginn sem þú. Enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð, Jesús, enginn sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð, Jesús, Jesús, enginn sem þú. Þér dyr sé Drottinn, ég dýrka þig. Þér dyr sé Drottinn, því þú dóst fyrir mig. Ég lít þér Guð og ég lofa þig, lofa þig dag eftir dag. Þú ert mér allt á jörð, þú ert mér allt. Þér dyr sé Drottinn, þú elskar þig. Þér dyr sé Drottinn, því þú dóst fyrir mig. Lít þér Guð og ég lofa þig, lofa þig dag eftir dag. Þú ert mér allt á jörð, þú ert mér allt. Ég lít þér Guð og ég lofa þig, lofa þig dag eftir dag. Þú ert mér allt á jörð, þú ert mér allt. Ég lít þér Guð og ég lofa þig dag eftir dag. Þú ert mér allt á jörð, þú ert mér allt. Hallelujah, hallelujah. You are so worthy of it all, so worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory, Lord. Amen. Sannarlega verður fá dýrðina. Við náttúrulega Jesú Krist vera yfir ykkur og með ykkur öllum. Þakka þér fyrir geti orðið að nefna hennar ofsóttu kínversku bræður. Það svolítið merkilegt að við eigum fullt af fólki okkar á meðal sem ofsótt. Hér höfum við einn frá Rúmeníu. Fyrir örfáum árum þá var Rúmenía fræg fyrir það að það gerist í Timisoara að það átti að taka forstöðumann fanga. Og svo þegar líðurinn sá að lögreglan var mætt heim til þessa manns, þá fór fólki bara af stað og kom heim til hans líka. Og það umkringdi heimilið og lögregluna, það gerði ekkert annað en bara umkringja. Sumir fóru að lofa Drottinn, svo bara óx fylkingin. Og hún fyllti götuna og það var ekkert hægt að handtaka þennan forstöðumann. Og síðan gerðist það að þeir fóru að kveikja á kyndlum því það var komið kvöld og þá var ákveðið að fara af stað, fara eina göngu til Búkarest. Frá Timisoara til Búkarest. Þar með var hafin bylting sem var til þess að ríkisstjórnin, hún misti völd sín. Kommunismin náði ekki lengur tökum. Þeir mistu af landi og þjóð vegna þess að þeir réðust á Drottins smurða. Og gáðu að hver þið eru kæru vinir, höldum okkur í því að vera Drottins smurðu. Því að þegar við varðvitum okkur í smurningu Drottins Jesú Krist, þá vitið þið að það er eitt og annað sem mætir okkur og við þurfum ekki að óttast það sem framundan er. Mér langar til þess að nota þennan dag í dag til þess að minna ykkur á nokkur orð. Komið með mér fyrsta ritningarstafinn, Jóhannesar Guðspjall 14. kapitula. Ég held að þetta sé nauðsynlegt fyrir okkur kristna að rifja það upp sem við stöndum fyrir. Og af hverju er ég að tala um þetta og vísa til þessa orðs? Það er komið upp það slagorð að elska er bara elska. Og það er alveg sama hvað þú elskar. Ef þú bara elskar, þá er þetta allt í lagi. Þá erum við bara sammála að elska. Við höfum líka fengið þau tilmæli að Jesús Kristur hann er klæddur í og gerður að homma trans. Hvað var að nefna það? Biskupsstofa stendur fyrir því að nefna Jesús Krist alls konar nöfnum sem eru vinsæl í dag. Og þetta er ákveðin kynning á Jesú Kristi. Og við getum sem kirkja spurt, er þetta rétt kynning? Er þetta þannig? Er hann svoleiðis? Ég ætla að byrja á því að leyfa ykkur að fara með mér eða koma með mér í Jóhannesar Guðspjall 14. kapitula og leyfa ykkur að sjá hvernig Jesús Kristur kynnir sjálfan sig. Og hvað segir hann þar? 30. versið, Jóhannes 14. Ég mun ekki framar tala margt til yðar, því höfðingi heimsins kemur, í mér á hann ekki neitt. Í mér á hann ekki neitt. Megum við trúa þessu? Má kirkja Jesú Krist standa föst á þessari fullyrðingu Jesú Krist að heimurinn og höfðingi þessa heims, hann á ekkert í Jesú Kristi. Og ég sé bara amen við því. Og ég segi líka við ykkur, kæru áheyrendur, sú kirkja sem kallar sig kirkja en boðar ekki þetta, hún er ekki að boða ykkur Krist. Þið eigi að fara úr henni, þið eigi ekki að vera þar innan veggja, ef þið viljið kalla ykkur kristin og vera sann kristin. Ég gæti sagt amen eftir efninu, þetta er kjarni boðskaparins. Og ég ætla að vonast til þess að þetta verði til einhverja eflingar og uppörfunar meðal kristinna manna á Íslandi, að við gætum þess
í hvaða hóp við teljum okkur vera. Teljum okkur vera í þeim hópi sem heldur upp í nafni Jesú Krists. Eða erum við komin í þann hóp sem klæðir Krist alls konar heimslegum spillingarklæðum? Ég segi Guð forði okkur frá því. Nú ég kannski allt og harður. En skoðum þetta. Komum með mig núna í Jóhannes 3:16. Orðið sem allir þekkja. Því svo elskaði Guð heiminn. Eðlilegt að við tökum þetta þannig fram að Guð, kærleikans, hann hafi aðskilnað. Hann hafi aðgreiningu. Eðlilegt að Guð, kærleikans, sem skapaði allt, þið vitið. Hann skapaði líka djöfulinn. En djöfullinn hann fór í óhlýðni við sinn almáttuga Guð. Og þess vegna hann óvinnur sálnanna. Hann skapaði ekki óhlýðnina, hann gaf honum ákveðnar gjafir og ákveðið vald, en hann misnotaði vald sitt. Og kirkjan í dag stendur í svipuðum sporum. Við höfum fengið ákveðnar gjafir frá Guði og við erum að misnota gjafirnar. Við erum ekki að gera Jesúm Krist dýrlegan, við erum að gera syndina dýrlega. Og það einmitt það sem við megum ekki gera. Því Jesús Kristur hann kom til þess að frelsa okkur frá synd. Segið amen við því. Amen. Og takið eftir Jóhannes 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn. Hann gaf son sinn eingetinn. Þú veist, þetta var elska að hann gaf. Það var elska að hann gaf okkur son sinn. Til þess að hver sem á hann trúir, þú veitir, hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þetta veganestið okkar inn í predikunum í dag. Ég ætla að vera í elsku Jesú Krists, ég ætla að vera í elsku Guðs, til þess að ég megi vita hver Jesús Kristur hinn sanni frelsarinn okkar. Amen. Er þetta of hart fyrir ykkur? Nei, ég og eftir aðeins að herða á. Við ætlum að fara alla leið, skiljiði. Ég reyna að segja þetta við ykkur hér í Keflavík og við erum að streyma þessu út til þess að hver sem á okkur hlýðir, hann megi styrkja stöðu sína í því hver Jesús Kristur Og Jesús Kristur, hann ekkert bara lamb til að leika sig við, hann var fórnarlamb á sínu tíma. Og hann ennþá skráður í Opinberunarbókina sem fórnarlambið, en hann líka ljónið af Júda ættkvísl. Hann ljónið sem að vill varðveita þig og mig, hann sá sem koma í mætti, í veldi og í mikilli dýrð. Og þangað stefnum við för. Og nú sjáum við að við erum komið með smá glærur hérna upp, ég ætla að fá hann Torfa til þess að setja upp nokkra glærur, því að mér finnst alveg rosalega merkilegt að við höfum glærun það að við mennirnir, við erum skapaðir í hans mynd. Þetta svo merkilegt. Þegar horfir á í spegli, ég veit að það til gríðarlega sterkur og mikill iðnaður í heiminum. Hann sérstaklega beint að konum. Konurnar þurfa að kaupa oljur, smyrsl, meðul og alls konar til þess að líta vel út. Og við kallarnir, við erum líka inn í þessu, það verið að hafa áhrif á okkur, angaðu vel, lyktaðu vel, greidduðu vel og svo framvegis, sko. Og við eigum öll að vera í einhverjum smyrslum og það verið að reyna að gera okkur svona ánægðari með útlit okkar en það sem við höfum. Og það alveg stórmerkilegt að daginn þá sá ég fréttaskýringaþátt. Þessi fyrirtæki sem eru í svona þessu kosmetik eða fegrunar iðnaði, þeir miða mjög mikið framleiðslu sína að svörtum konum eða litum konum. Og í Indlandi til dæmis, þá þetta svo mikil pláa vegna konurnar, það telja sig vera betur settar eða hafa aðeins ljósari húð. Og þær að smyrja sig rándýrum smyrslum til þess að húðin fyrir að verði ljósari og þær verði þá frekar eins og samþyktar. En af hverju það svartar? Af hverju það litaðar? Það því Guð hefur vanþóknun á manninum? Nei, ekki aldeilis.
Þetta bara til þess að við áttum okkur á því að Guð skapaði okkur í sinni mynd og það alveg sama hvort við erum lituð eða hvít. Við erum sköpuð í Guðs mynd og þar eigum við að sætta okkur að vera. Ég skapaður í Guðs mynd hvort sem að húð mín hvít eða svört. Ég skapaður í Guðs mynd til þess að Guð verði dýrlegur í mér. Og ég ber ekki mynd sjálfs mín, heldur mynd mín frelsara og míns skapara. Hann skapaði mannin í sinni mynd. Hann átti samfélag við Adam, getum við lesið í 1. Mósebók 3:8. Og ef þið smellið þessu aðeins upp í 1. Mósebók 3:8, að þá gekk Guð í næturgolunni eða kvöldsvalanum og hann vildi eiga samfélag við Adam. Og Adam, hann var þá búinn að synga og hann fór að fela sig. Hvað eru margir í heiminum sem reyna að fela sig fyrir Guði vegna þess að það eitt og annað sem hefur komið upp. Við erum ekki alveg tilbúin til þess að mæta honum. Það sekt í hjarta, að eitthvað í hug okkar og sinni sem segir þú ert ekki alveg í lagi. Og þetta vissi Guð. Og þá spyr Guð Adam, hvar ertu? Adam, hvar ertu? Og enn í dag erum við að heyra þessa spurningu og spurningin til íslensku þjóðarinnar einmitt svo sama. Íslensk þjóð, hvar ertu? Íslendingar, hvar eru þið? Eru þið sem að lofuðu fyrir 300.000 kall að gera Jesú Krist að leiðtoga lífs ykkar? Eru þið að virða það loforð? Standið ykkur í því? Eða eru þið bara að fara þá leið sem gerir það verkum að þið viljið skemmtun eftir skemmtun eftir skemmtun og þið fáið aldrei nóg? Það alveg sama hvort það þjóðhátíð eða ball eða hvað það sem að menn að sækja í, þeir koma alltaf svangir þaðan. Það fyllir þá aldrei. Og Guð spyr ennþá, Adam, hvar ertu? Kæri vinur, hvar ert þú? Ert þú meðal þeirra sem að þorir ekki að stíga skrefið fram að Jesú Kristi og fylgjónum? Og það það sem við erum að segja við í dag. Fylgdu Jesú Kristi. Í Jesaja 59:2 mjög alvarlegur boðskapur til okkar. Og hann torfallar að setja þarna glæruna upp. Sá ritningastaður á mikið erindi við okkur. Jesaja var spámaður sem hrópaði til Ísraelsmanna og hvað var hann að segja við þá? Þjóð mín, hvar ertu? Og takið eftir, til að fara með ykkur í Jesaja 52. Les þetta hérna innan bókar og við skulum skoða hvað spámaðurinn var að segja. 59 segi ég. 59. Sjá hönd drottins eigi svo stutt að hann get ekki hjálpað. Og eyra hans ekki svo þykkt að hann heyri ekki. Það eru misgjörðir yðar sem hafa gert skilnað milli yðar og Guðs yðar. Getur það virkilega verið að þegar menn segist ekki finna Guð og ekki finna fyrir honum, að þá það vegna þess að það eru gjörðir í lífi þeirra, það eru verk sem að hindra þá í það að sjá og heyra hvað Guð vill þið segja. Það eru misgjörðir yðar, sagði Jesaja á sínu tíma. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og Guðs yðar og syndir yðar sem hafa byrt auglit hans fyrir yður, svo hann heyrir ekki. Og við hikum ekki við að sjá prestana standa frammi fyrir okkur og hann segir Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sinna ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Hann upplifti augliti sínu yfir þig og gefið þig frið. En við sjáum ekki auglitið. Við sjáum ekki ásjónuna. Kirkjan fer út í tóm. Og þeir spyrja hvern annan, já, prestur var nú bara að segja sína rullu, en vitið þið hvað þetta þýðir, vitið þið hvað það meinar? Þetta ein elsta bæn sem til Og það var heldur bara 1979, að þá voru fornleifafræðingar að grafa í Ísrael. Og þeir vissu það að svæði sem þeir voru að grafa upp, þetta voru prestagrafirnar. Þetta var Arons ættkvíslin sem hafði verið grafið þarna. Og þegar fornleifafræðingarnir að sópa og prýða og athuga hvað sé að finna eftir í þessum prestagröfum, þá rekur einn augun í eitthvað svona svart sem
svartan skjöld, lítinn skjöld og hann tekur hann upp og fægir hann og hreinsar og þá allt í hennu uppgötaðir, heyrðu, það áleturinn á þessu. Þetta sett í rannsóknarstofu og þá kemur, samkvæmt rannsókninni, hann láti ásjónu sína lýsa yfir þig. Þetta var bæn Arons sem þið fundu á þessu litla silfur skildi. Og þá sögðu þeir, þetta eitt af elsta, þetta einn elsti ritningastaður sem við höfum séð að í gildi og hefur verið notaður. Þá var þetta slagt yfir hinna dánu presta, hann láti augliti sitt lýsa yfir þig. Vilt þú hafa augliti drottins lýsa yfir þér? Vilt þú hafa andlit hans yfir þér? Og þegar Guð gekk aldingarðinn Eden og hann spurði Adam, hvað ertu? Þá hann enn að leita að mönnum sem eru heilshugar við hann. Og hann enn að draga það fram hver hann er. Hann er Kristur, frelsarinn, fyrir hann fáum við eilíft líf. Hann er eini vegurinn, sannleikurinn og lífið. Munið eftir. Eini. Ég hef komið í gröfin hans, en er hún tóm. Það er ekkert sem bendir til þess að hún hafi verið aftur notuð. Hún hefur verið tóm í 2000 ár. Af því Jesús Kristur, hann dó fyrir þig, hann reis upp fyrir þig, svo þú megir bæði deyja sjálfu þér og rísa upp í honum, og við fáum nákvæmlega sömu stöðu og hann á sínum tíma, þá mun hann tæma kirkjugarðana af þeim sem að dóu í trú. Þá mun þau rísa upp. Hvernig líst ykkur á? Ups, og við segjum, nei, þetta getur bara ekki verið. Hinni dauðu rísa ekki upp. En þetta er eitt af loforðum Biblíunnar. Að fyrir trúna á hann, þá munt þú upp rísa. Og ekki gleyma því. Komdu þessu inn í hugaðinn, því að þetta fylgir nafni Jesú Krists. Höfðingi þessa heims átti ekkert í honum, dauðinn átti ekkert í honum, hann sigraði dauðan fyrir þig og þess vegna getum við hiklaust tekið á móti dauðanum í nafni Jesú og sagt, kom þú sæll þegar þú vilt, því ég veit hvað framundan er. Það er upprisa sem að drottinn Jesús Kristur gefur mér. Megið það vera svo hjá okkur. Ég er ekki alveg búinn. Á hebresku þá heitir Jesús Kristur Jesúa. Það þýðir frelsarinn. Við getum haft þetta sem Jósúa eða Hósea. Þetta er samskonar letrum, samskonar stafir og það má bera þetta fram á ýmsa vegu. Við höfum allavega 2 bækur í Biblíunni fyrir utan Nýja testamentið sem eru nefndar eftir Jesú Kristi. Það er bók Jósúa, Jesúa og það er bók Hósea, frelsarans. Og báðir þessir aðilar, bæði Jósúa og Hósea, eru menn sem töluðu frelsisverk Jesú Krist. Ef þú vilt læra meira það, les þessa bækur. Leyfðu þeim kenna þér. Leyfðu þeim að sjá hvað þetta er. Hans er getið í Nýja testamentinu, við erum allavega með 3 bækur í Nýja testamentinu sem sjónarvottar af verkum hans dauða og upprisu hafa skrifað. Við köllum það Guðspjöllin. Mattheus, Markus, Jóhannes. Þetta voru sjónarvottar af hátign hans og með þess að Pétur, hann talar það við erum ekki að boða ykkur sviklega eða skröksögur sem við höfum fram að færa. Við boðum ykkur það sem við höfum séð og heyrt. Hann var sjónarvottur af hátign Jesú Krist. Og hvað sögðu þeir? Þeir lýstu Jesú Kristi sem kraftaverkamanni, sem manni sem átti ekki neitt. Maðurinn skrifaði aldrei neinar bækur. Það er ekkert haft eftir Jesú Kristi skriflegt. Það er vitað að hann skrifaði í sandinn. Það er sagt frá þessu í Jóhannesi 8. En samt sem áður, þá eru fleiri bækur skrifaðar þennan mann heldur en nokkur annan. Við höfum rit nokkur af sagnfræðinga sem hafa sagt okkur frá honum. Einn hét Tacitus, rómverskur sagnfræðingur. Annar hét Svetónus, þeirra er ekki getið í Biblíunni, sagnfræðin segir frá því. Þriði hét Jósefus, var gyðingur. Og síðan getum við séð, og ég ætla að biðja hann að setja nýju glærun upp,
Það eru fleiri greinar og bækur skrifaðar Jesúm Kristi nokkurn annan lífan eða mann sem hefur lifað á þessari jörðu. Meira segja Aristoteles, hann hefur ekki jafn mikið. Og ef við nefna hersöðingjana, þið getur alveg farið allar í öll þessi frægu nöfn. Það ekki eins mikið skrifað þá og þennan sem aldrei ritaði bók. Hann átti ekki eins og hús. Refar eiga sér greni. En mannssonur á hvergi höfðu sínu að halla. Hann var ekki eignamaður. Hann átti ekki hlutabréf. Hann var ekki einn af þeim sem safnaði að sér gulli og hugsaði með sér, nú ætla ég að lifa langa ævi og á 11 árunum þá ætla ég að lifa með njóta peningana. En svo bara með þessa ríku sem lifa 11 árin, þeir hafa aldrei fengið nóg. Þeir nota ekki peningarinn við sjálfa sig, þeir þurfa alltaf að eignast aðeins meir. Græðgin í manninum, hún nefnilega óseðjandi. Og eigum að taka eftir öðrum með drottinn Jesúm Krist sem við erum að tala hann skildi 2 votta eftir á jörðinni. Og hvaða vottar eru það? Það til líkklæði sem geymd eru í Torino. Og þessi líkklæði, þau eru með manni sem hefur þjáðst og liðið, dáið, og við vitum alveg að þessi maður sem á þessum líkklæðum eða mynd af þessum manni á þessum líkklæðum, hún sýnir okkur mann sem hefur liðið alveg vítiskvalir fyrir þig. Fyrir þig. Hann tók þetta á sig fyrir þig. Athugið það. Og þegar við skoðum þennan mann, þá passar myndin alveg við Jesaja 53. Við getum lesið í þessari mynd bæði naglaförin, ég sjáu hendurnar, það er blóðblettur úlnliðinn, hann var ekki negldur í gegnum lófan, hann átti ekki að rifna af krossinum, hann var negldur í gegnum úlnliðinn, hann átti ekki að mæti vinna á mánudegi. Þið vitið, hendurnar voru ónýtar, hann átti ekki að geta gengið af krossinum, þess vegna var hann rekinn í gegnum hælana. Það var ekki þurrblettur á líkama hans fyrir bæði svipuhöggum og vessum og blóði sem fór úr honum. Og síðan getið þið séð að þetta rekja alveg sár eftir þyrna á enninu, og það hægt að sjá það að það var bæði bólgin kinn og nefið var skakt á honum vegna þess að hann var barinn, hann var laminn og hann var illa farið með hann. Þeir hræktu á hann og sagði, spáðu nú, hver gerði þetta? Og við sjáum alveg hvernig farið var með þennan mann. Og næsta atriði sem ég ætla að benda ykkur á, þetta nákvæmlega samkvæmt Jesaja 53. Það voru benjar hans, hvað hann leið, hvað kom fyrir hann, hvað hann tók á sig. Jesaja 53, spádómur sem sagði 600 árum áður. Hann rættist bókstaflega á þessum eina degi, föstudeginu langa, 30 eftir Krist, eða 27, eða 33. Við veitum ekki alveg nákvæmlega hvaða ár það var. En þetta gerði hann allt fyrir þig og mig. Og vitið þið annað í þessu? Jesús sagði, nú gengur dómur yfir þennan heim. Ef hann hefði verið syndugur maður, ef hann hefði verið trans, ef hann hefði verið hommi, ef hann hefði lyft sér þennan ólifnað, þá hefði veröldin farist, fyrir það myrkvaðist sólin í 3 tíma. Þetta var alvöru dómur sem gekk yfir. Þetta var ekkert leikrit. Guð var ekki að leika sér að þessu. Jesús Kristur í kærleika sínum, hann vissi að líf hans var eina lækningin fyrir þessa sköpun. Og hann gaf líf sitt til þess að veröldin mætti vera lengur til þess að þú mætti koma fram, til þess að þú mætti njóta þess að vera í Kristi Jesú. Heyri amen. Erum við sammála? Það skiptir máli fyrir kirkjuna að við tökum mark á því sem að vottarnir að segja. Á þessu líkklæði þá ein mynd, andlitsmynd á honum. Þeir tók hana á, þeir hafa rannsakað þetta síðan 1978.
Og þá fundu það út að það höfðu verið lagðir peningar yfir augu þessa manns. Og þetta var siður gyðinga og siður Grikkja að leggja peninga yfir augun af því maður var dáinn. Þetta sönnun þess að Jesús Kristur dó. Menn hafa alls konar skoðanir og sagt, já, hann dó nú ekki. Hann var bara komin í dá og honum var hent inn í gröfina og svo bara rankaði hann við sér og lappaði út. Nei, það var sko ekki svoleiðis. Hann dó virkilega. Hann var steindauður. Og meira segja á hinu klæðinu þá er sagt að sjá hvernig spjótsárið var á síðu hans. Allt saman er þetta Krist sem heimurinn átti ekkert í og höfðingi þessa heims átti ekkert í. Og ég segi lofa verið nafn Drottins að við eigum þennan Jesúm Krist sem var falslaus og flekklaus og syndlaus frelsari. Ég vil honum fylgja. Skoðum líka annað sem ég finnst mjög athyglisvert í þessu. Ég fór 2021 í ferð til Spánar. Og ég gerði það í leið minni því ég vissi bæ sem heitir Oviedo. Ég fór þangað til að skoða það sem kallað sveitadúkurinn. Þeir vita það að þessi sveitadúkur, hann var í gröf Jesú Krists. Og það sem kom í ljós með þennan sveitadúk, það er engin andlitsmynd á honum, en það eru líkamsvessar. Það er sami blóðflokkur, það eru sömu vessar, og eru í líklæðunum í Tórin. Og þá segja menn, þetta var notað af sama mannin. Og þið sjáu tvo stóra dökka bletti. Þetta var það sem þeir settu yfir nef og munn. Þeir notuðu hennar klút þegar hann var tekinn ofan á krossinu. Hann tók við vökvunum sem lag út lungu og maga þegar hann tekinn niður. Og svo er sagt frá því, bæði í Jóhannes 27, ef við komum með mig þangað, að þá Pétur, hann stígur inn í gröfina og hann segir frá hvað blasir við. Ég ætla aðeins að fá að lesa þetta hjá okkur, eða fyrir ykkur. Og hann segir, nú kom líka Símon á eftir honum og fór inn í gröfina. Hann sá límblæjurnar liggja þar og sveitadúkinn sem verið hafði höfuð hans. Hann lá ekki með línblæjunum heldur sem samanvafinn á öðrum stað. Og það er svo merkilegt að þetta skulle vera sagt sem samanvafinn. Þegar ég skoði þessa mynd svolítið betur, sett hann aftur upp, þá sjáum við eins og brot í honum. Og brotin í efninu, þau eru ennþá vegna þess að hann var samanvafinn. Þeir straujuðu hann ekki aftur. Þeir löguðu hann ekki aftur. Þeir leyfa vitninu sem hjúpaði andlit Jesú Krists, þeir leyfa því ennþá að tala. Og þegar ég kom þarna í Oviedo, af hverju er hann geymdur þar? Jú, það gerðist 600 að Persar gerðu innrás í Jerúsalem eða Ísrael. Þeir eyðiluðu allar kirkjur og það er áleit að þeir hafi tekið kross Jesú Krist sem var til áður og heimildir eru og þeir hafi farið með hann til Persju eða eitthvað annað gert við hann. Hann hefur allavega ekki fundist enn. En hinni kristnu, þeir tóku þennan sveitadúk og fóru með hann, flúðu með hann til Alexandríu í Egyptalandi. Svona einhverjum 70 til 100 árum síðar þá gera múslimar innrás í Egyptaland. Og þá tóku þeir kristnu dúkinn með sér og þeir sigldu við Miðjarðarhafið til Kartagena á Spáni. Þeir geymdu hann þar. Svo komu Spánverjar, einhvern tímann 70 árum, rétt 800 til Spánar, tóku Spán og þá fluttu kristnir dúkinn alltaf norðar og norðar í landið. Þangað til hann endaði í Oviedo. Þeir vita söguna. Þetta er allt saman klárt. En af hverju lætur Guð þessi klæði varðveitast? Af hverju er líkklæðin í Torino til? Af hverju er þessi dúkur til? Þetta er til að vera í samræmi og í samhljóma við vitnisburð eða þeirra sjónavotta sem sáu krossfestingu og dauða og upprisu Jesú Krists.
Þetta til þess að Mattheus, Markus, Jóhannes og Pétur, þeir hljómi sem sammála það sem átti stað, til þess að frelsi þitt megi vera gulltryggt. Það eru 4 vottar sem það bera. Við getum sagt 5 vottar sem bera það að Jesús Kristur er eini frelsari mannana. Hvað ætlar að gera í málunum? Er hann nægilega góður fyrir þig? Þarftu eitthvað annað? Viltu líti eitthvað annað? Viltu fara að reyna að stunda að jóga til þess að leysa sjálfa þig? Viltu fara að reyna að gera þetta eða gera hitt til þess að finna þig frjálsan? Viltu reyna að fara út í syndina til að segja, hvað er sælt og gott að vera í syndinni, mér líkar þetta vel? Eða viltu segja, ég ætla að láta Jesúm Krist stjórna lífi mínu og ráða því hver ég er. Eitt í viðbót varðandi líkklæðin. Þeir hafa séð að það er skrifað á líkklæðin, eða var skrifað á þau. Og eitt sem skrifað var, það var til dæmis orðið Nasareus. Ég sjá það hægra megin til hliðar. Annað, það er númer 1, það merkt þar. Það er sama orðið og Abba. Abba, hverju skrifuðu? Áður en var lagður í gröfina, þá skrifuðu þeir í blaut klæðin þessi nafn. Af því Jesús Kristur, hann er auðþekkjanlegur á því. Hann var frá Nasaret, heilaga staðnum, og hann var kallaður Abba. Hann er Guð almáttugur meðal vor. Og við getum farið enn eina myndina, að við getum séð að hugmyndir manna Jesúm Krist hafa verið mjög mismunandi, en eitt af því sem við getum séð að málararnir, þeir lýsa Jesú Kristi sem ljósir í veru í fallegum fötum þegar hann stígur út úr gröfinni, og jafnvel, þetta er svona eins og hann hafi bara séð nýkom frá skraðara, en sennilega var hann ekki í fötum þegar hann steig út. Sennilega var hann nakinn, því þau tóku klæðin hans og þau skiptu þeim með sér og þau köstuðu hlut kyrtil hans, muniði. Hann var ekki settur klæddur í föt, hann var settur í líndúkinn sem ber myndina af honum. Og svo getum við séð að þessi líndúkur sem að hefur umdeildur, og menn hafa sagt, já, katólíkarnir þeir eru með þetta og því er ekki að treysta, en líndúkurinn sjálfur er ekki bundinn katólísmannum. Líndúkurinn er að segja okkur að frelsari þinn leið og dó fyrir þig og hann reis upp fyrir þig. Og við getum séð síðan að myndin af honum sem er skrifið eða teiknuð í Hagia Sophia í Tyrklandi, það sem að Jesús Kristur er sannarlega upplýstur sem hinn eini frelsari, sem ljómi mannkynsins, sem dýrðar frelsari, Guðs barna. Hann mun koma á skýjum himins sem konungur konunga, í mætti, í veldi og í mikilli dýrð. Og við erum á þeim tíma. Og Jesús spurði Símon Pétur, hvern segir þér mig vera? Hvern segir þér mig vera? Pétur svaraði, þú ert sonur Guðs. Þú ert sonur Guðs. Ekki hefur hold og blóð opinberað þér þetta, heldur Faðirinn minn sem er í himninum. Að lýsa því yfir að hann er Kristur, sonur hins lifanda Guðs, var ekki opinberun skynseminnar, þetta var opinberun andans. Þetta var opinberun himinsins. Hvern segir þú Jesúm vera? Bara skynsama veru sem aldrei skrifaði bók, fór ekkert í skóla nema það sem hann þurfti að læra, en hann var komið með það mikla speki og það mikla visku að 12 ára gamall þá lagði hann háskólan í Jerúsalem að velli. Þeir vissi ekki hverju átt að svara. Hann svaraði þeim samkvæmt Guðs orði og þeir bara segja, hvaðan hefur þessa þekkingu? Frá himninum. Og þú þarft ekki að vera guðfræði menntaður til þess að fá speki Guðs yfir þig. Það er heilagur andi sem opinberar. Og ef þú lætur orð Drottins leiða þig, þá mun orðið gera þig vitran. Það mun gera þig vitran, jafnvel heldur en vitrustu menn sem við þekkjum. Af því það er opinberun Drottins Jesú Krist sem virkar í þér. Og ekki láta þetta í hug að þú sett heimskur af því þig vantir eitthvað próf.
Það algjör vitleysa að halda það að þú verði gáfaður vegna þess að þú fær próf. Hann upphaf sköpunarinnar. Allt á tilveru sína í honum. Kannast þið við þetta? Torfi, settu upp glæruna upp. Hann konungur konungana, segir Biblía. Ég alfa og omega, segir hann í Opinberunarbókinni. Hann upphafið og endirinn. Hvaða Krist erum við að tilheyra og erum við að tilbiðja? Hann dómari alls jarðríkis. Sú stund kemur. Sá dagur rennur upp. Þegar hann mun kalla bæði alla menn, hvort sem það hreinir eða óhreinir. Hann mun skipta þeir niður í 2 hópa, annan til hægri og hinn til vinstri. Og hann mun dæma synduga, hann mun dæma réttláta, hann mun aðgreina. Hann sá sem að menn munu þurfa að standa frammi fyrir. Ertu tilbúin að standa frammi fyrir honum í dag með þitt líf? Meðan náðin þá hefur tækifæri til að standa frammi fyrir honum og hann mun afmá syndina. Hvernig líst þér á? Hann fyrirgefur syndir. Hann afmáir afbrot vor. Þetta það sem færð á náðartímanum. Ekki til þess að geta syndga meir, heldur til þess að þú farir úr þínu synduga lífi. Hann upprysan og lífið. Þú farið að lifa vegna trúarinnar á hann. Hann páskalambið sem afmáir syndina. Og hvernig förum við með hann á Íslandi? Hebreabréfið segir við okkur beinum sjónum vorum til Jesú, höfund og fullkomnara trúarinnar. Og mér finnst mjög eðlilegt að við sem kristnir menn, við beinum sjónum okkar að Jesú Kristi, hvernig hann falslaus, syndlaus, hrekklaus, ekki neitt í honum sem afvega leiðir okkur. Hvernig fór Ríkisútvarpið með hann? Bar hann út. Þetta Ríkisútvarpið sem við erum að halda uppi. Þetta Ríkisútvarpið sem þú þarft að borga til þess að fá ekki að heyra þennan boðskap. Af hverju haga menn sér svona? Ég segi, kæri vinir, ástandið í Kína líka hér á Íslandi. Það verið að ýta kristninni burtu. Það verið að kúa hana. Hún þorir ekki að standa í lappirnar á þeim boðskap og á þeim grunni sem Jesús Kristur lagði til okkar. Grunnurinn sá að heimurinn á ekkert í mér, segir Jesús. Jóhannes 14:30. Og ég ætla að hvetja þig, kæri áheyrandi, komdu þér í burtu frá heiminum sem Guð mun dæma. Komdu þér inn í Guðs ríki. Komdu þér þangað til hans sem leysir þig frá sérhverri mynd hins illa. Í dag verið að þröngva öllum til þess að taka yfir sig regnbogafánan. Af hverju það? Í dag mjög vinsælt að meira segja kristinmenn, þeir að setja regnbogafánan utan sig á Facebook eða hvað sem þeir að styðja hvað? Að það sé í lagi að syndga. Að styðja að það sé í lagi að þetta fólk, það fá að haga sig svona því það á leiðin til helvítis. Og við bara að segja, já, amen, allt í lagi með það, bara góða ferð? Nei, hinn kristni segir nei. Ekki gera það. Komdu frá synd. Komdu til Jesú. Hann mun leysa þig. Hann mun skapa þér að nýju. Hann mun gera þig að manni eftir sínu höfði. Og við stöndum frammi fyrir þess í dag að ef þú mætir ekki vinnuna, það sem regnbogafáni, þá sagt upp. Ef þú ert ekki sammála fyrirtækinu og stefnu fyrirtækisins að hafa regnbogafánan yfir þér eða klúta regnbogafánans yfir þér, hvar ertu þá? Þorið þú að standa með þjónum drottins sem ofsóttir vegna trúarinnar en þeir hljóta kraft Guðs? Því andi dýrðarinnar yfir þeim, eins og Hebreabréfið talar Þó við séum ofsótt, látum ekki trufla okkur. Látum ekki eyðileggja. Orð Guðs mun láta þig standa.
Það lét Jósef standa, það lét Jesús Krist standa, það lét hvern apostolunum standa, svoleiðis að allir nema einn þurfti að líða, písla, vættist, dauða. Það var einn sem fekk að deyja sem gamall maður. Hvaða réttlæti sýnir heimurinn okkur? Er það réttlæti Krists eða er það eitthvað annað? Við erum komin að endi þessara samverustundar, kæru vinir. Það er aðeins eitt hjá okkur að gera. Það er að taka þá ákvörðun í hjartanu að ég ætla ekki að bera Jesúm Krist út. Ég ætla að hafa hann með mér, ég ætla að hafa hann í mér, ég ætla að bjóða honum líkama minn, ég ætla að vera musteri heilags anda til þess að það sem að ég er, þar verði Jesús Kristur með mér. Heyri, amen. Við skulum biðja saman, drottinn minn. Hjálpa okkur á þessum tímum til þess að gera þig dýrlegan. Það er ekki spurning hvaða áhrifa gætir í kringum okkur. Það er spurning, drottinn minn, hvernig ég bregst við þeim. Og fylltu mig af þínum heilaga anda til ég bregðist rétt við og ég taki mark á því sem að frá þér kemur. Ég veit að þú ert ljósið, þú ert sannleikurinn, þú ert lífið, þú ert vegurinn, elskaði Herra. Leyfðu mér að ganga þig, leyfðu mér að lýsa þér. Og takk, Jesús, að þú vilt umbreyta minni veru og minni tilveru til þess að ég verði þér þóknalegur, fyrirgefðu syndirnar, legðu okkur ný ljóð í munn, fyllt okkur af heilugum anda og eldi þínum og gefðu okkur, drottinn, að við mögum reyna það að þú ert sannarlega sá sem þú segist vera. Í heiminum á ég ekkert, en verið hughrifstir, ég hef sigrað heiminn. Í Jesú nafni. Amen. Náð drottins Jesú Krist og kærleiki Guðs og samfélag heilags anda verið með ykkur öllum. Haldið þið fast í orð drottins. Amen. Kitty mín, gjör svo vel. Já, við ætlum að syngja hérna einn kór og síðan ætlum við að brjóta brauðið saman í lok þessara samtala. Misgjörðir tók hann á sig, fyrir hans benjar eru við frjáls. Við eigum líf í náttúru, frelsi og frið, fyrir blóðið sem rann á Golgata.
hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Rabadadadabakashandara. Hallelujah. Ribidididi, dadadabakarada, ribidididi, dididi. Tack för blodet grädde säkt vår och synd. Jesus, tack Jesus. Tack för dyrmat Jesu blod. Tack för blodet som grädde säkt vår. Tack för dyrmat Jesu blod. Tack för blodet grädde säkt vår och synd. Tack för dyrmat Jesu blod. Tack för blodet ger läkning och liv. Tack för dyrmat Jesu blod. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Irianara mahashanara. Iribidurunisi. Ribidurunisi. Kuribidurunisi. Ribidurunisi. Hallelujah. Your presence is heaven to me. Your presence, Lord, is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, hallelujah. Gefum hans nafni dýrðina. Lofaðu hann. Halleluja. Halleluja. Hann einn er verður. Halleluja. Takk Jesus. Takk Jesus. Takk Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, halleluja, halleluja. Halleluja. Amen, Jesus.